Góða kvöldið, kæru gestir og velkomin hérna í Hlutverkasetur og þið á Veraldarvefnum þarna úti, velkomin líka. Ég heiti Kristinn Tryggvi og ég í stjórn Geðhjálpar og það mér sannur heiður að fá að fylgja þessum fræðslufundi úr hlaði. Með okkur í kvöld Hlynur Jónasson, en hann hefur allavega 12 ára reynslu af IPS, Individual Placement and Support, sem svona einstaklingsmiðuð nálgun við það að koma fólki með geðrænar áskorunir aftur út á vinnumarkaðinn á einn eða annan hátt, í hlutastarf eða fullt starf, allt á forsendum einstaklingsins. Og mér telst til að hann hafi, það sé komið hátt í 300 manns sem að hann hefur á sínum ferli komið svona í aukna virkni. Mjög skemmtileg og og áhugaverð aðferðafræði sem ég hlakka til að fá að heyra hvernig virkar og ég vil nú misnota aðstöðu mína aðeins og hvetja fyrirtæki og stofnanir, forráðamenn fyrirtæki og stofnanir til að taka vel á móti Hlyni þegar hann kemur og að kynna möguleikana fyrir þeim, því að ég held að öll fyrirtæki, allir vinnustæðir hafa mjög gott af því að taka inn einstakling frá og í gegnum Hlyn, þannig að ég mun hvet fólk til þess að horfa á þetta með opnum hug. En ég ætla nú ekki að hafa kynninguna lengur, ég þakka þetta öllum sem að þessu hafa komið. Það ber að þakka öllum styrktaraðilum Geðhjálpar sem gera okkur kleift að halda úti í þessari dagskrá og ég minni ykkur á að taka G-vítamínið ykkar reglulega. En Hlynur, ég bara gef þér orðið, gjör svo vel, takk fyrir. Takk hérlega, já, velkomin, ég heiti Hlynur Jónasson og þið sem heima, bara hjartanlega velkomin og takk fyrir að koma og hlusta. Eins og Diddi Kristinn Tryggvi koma, þá ég, og það svolítið gaman að vera hér staddur í húsi Hlutverkaseturs. Það svona fyrir 12 árum síðan sem ég fyrst kom að atvinnutengingum var í gegnum Hlutverkasetur. Og það er gaman að vera komin hingað aftur. En örstutt svona kannski IPS hugmyndafræðina sem ég að starfa eftir í dag og hef gert í mjög mörg ára, að þá það geðlæknir við Dartmouth háskólann í New Hampshire í Bandaríkjunum sem að í raun og veru á þeim tíma fyrir rúmu 30 árum síðan að reyna að sigta inn hvaða lyf virka og með mismunandi árangri eins og gefur að skilja en hann fékk aðstoð og hugmynd frá öðrum kollega að í gegnum svona samkeppnishæfa atvinnumiðlun að setja aukin metnað í að leita eftir störfum, ekki tilbúnum störfum fyrir fólk sem að þau voru aðstoða, heldur svona samkeppnishæf störf sem að voru svona meiri verðmæti í og vandvelja vinnustæðin leið. Og viti menn þau, ólíkt lyfjónum að þá fundu þau alltaf góð viðbrögð við því þegar fólk fór út á vinnumarkaðinn og það var kveikjan að því að þau fóru að hanna þessa IPS Supported Employment hugmyndafræði og það ánægilegt að segja frá því í dag unnið eftir henni út allan heim og hún marg rannsökuð og hefur alveg ótrúlega mikla og jákvæða niðurstöðu alveg sama hvar hún innleidd og unnið eftir henni. Fegurðin í henni og það sem að laðaði mig fyrst og fremst að henni þegar ég var búinn að vera hérna í Hlutverkasetrinu að hún byggir á þínum hæfileikum en ekki þínum veikleikum og það undirtónninn í þegar farið á staði atvinnuleit að byggja hana á áhugasviði viðkomandi hæfileikum og auðvitað að reyna að finna góðan vinnustað. Þannig að þegar þetta allt saman matsar að þá fylgir maður viðkomandi eftir og það teymi á bakvið viðkomandi sem að styður hann áfram á vinnustaðnum til að reyna að má segja kannski fullnýta tækifærið og gera sem best úr því. Það
Ekkert ósvipað, hér í hlutverkasetrinu hefur verið hugmyndafræði sem heitir notandi spyr notanda í mjög langan tíma og í grunninn erum við að horfa á þetta sama. Það verið að leitast eftir að komast í virkni. EPS hugmyndafræðin snýst algjörlega atvinnuþátttöku, en það eru margar tegundir af virkni sem hægt að fara í og EPS í raun og veru bara ein af þeim. En EPS-módelið var innleitt af Landspítala í samstarfi við Virk fyrir 10 árum síðan og það hefur verið einstaklega gefandi að taka þátt í því að það sem ég var á þeim tíma fyrsti atvinnuráðgjafinn eftir hugmyndafræðinni og ég var svona leikmaður sem kem utan að inn í geðþjónustu Landspítala sem ég hafði bara búið við það lána, hafa aldrei komið inn á geðdeild, hvorki sem aðstandandi eða notandi og ég var svona strax auðvitað horfi á það með þeim augum og fannst þetta auðvitað svona umhverfi sem það komið svolítið óvart að mér fannst ekki mikil svona almenn virkni vera í gangi þar fyrir 10-12 árum en þetta hefur tekið alveg ótrúlega uppbeygju á þessum árum. Og það hefur verið mjög gaman að fylgjast með því. Í dag atvinnuþátttaka mjög hátt skrifuð sem meðferðarúrræði. Það líður ekki svo vika að ég fá ekki símtöl þar sem að fólk að spyrja hvernig það getur komið sem sagt, að sínu fólki að. Við erum með tónlistarstúdíó, við erum með listagalleri, við erum með batamiðstöð, við erum með margar íþróttafræðinga í störfum, næringafræðinga og það bara almennt starf í meðferðarúrræði hefur bara gjörbreyst á þessum 10 árum. Mjög ánægilegt að fylgjast með því og ekki síður að taka þátt í því. Þegar við vorum svona að byrja með atvinnutengingar þá var það líka auðvitað á vinnumarkaði eitthvað sem að kannski fyrirtæki og stofnanir og aðrir þekktu minna að þetta hafi verið svona kannski öðruvísi módel og þá var verið að voru tilbúin störf sem var verið að færa viðkomandi en þarna komum við inn og með fræðslu til atvinnurekenda leið og við vorum að tengja og það var líka mjög ánægilegt að fylgjast með því hvað það var velkomið af atvinnurekendum sjálfum. Það var ekki sjálfgefið og verður aldrei sjálfgefið að maður hafi þekkingu á einhverjum geðröskunum eða hún situr staðar á einhverjum vinnustað en ég fann mjög mikla svona löngun hjá fólki til þess að gera þetta vel og í því liggur að maður þarf að fara með fræðslu og ég hef ekki tölu á þeim vinnustöðum sem ég hef komið inn í eldhús og matsali og kaffistofur og átt spjall bara svona almennt bara það verkefni sem við erum að gera geðraskanir almennt og fengið þetta fagfólki af spítalanum með mér í þessar heimsóknir. 10 árum seinna erum við í dag á þeim stað að nú hið opinbera að auka þátt EPS að innleiða hann hjá Vinnumálastofnun sem alveg sérstaklega ánægilegt og fylgja í raun og veru bara svolítið svona í fótspor norrænu þjóðanna sem eru búin að gera þetta í mörg ár og vonandi verður bara EPS hugmyndafræðin innleidd hér á bara sem með sama hætti og gert í Noregi, Danmörku og Svíþjóð og búið að gera í mörg ár og þar þarf ekkert að kynna þetta fyrir neinum lengur og vonandi verður við þar svona eftir nokkur ár. En atvinnurekendum til hrós að þá hafa þau tekið einstaklega vel í að þegar ég hef komið til þeirra ég hef margsinnis verið í því hlutverki að vera með einhvern sem hefur lent í veikindum og mist mikið úr og undantekningarlítið hefur verið fyrir því svona skilningur ef það fræðsla og það samtal sem á sér stað að þá þetta yfirleitt að ganga mjög vel. Mér langar aðeins að segja ykkur frá því að við höfum auðvitað verið að horfa mikið í svona íhlutun í geðsjúkdómum á Landspítala og vinna með fólki sem 18 til 30 ára. Og það auðvitað
kannski eðlilegt þegar það ekki til endalaus mannskapur til þess að starfa eftir einhverju, þá reynum við að grípa fólki sem er líklegt til þess að hafa mesta hæfileika og eiginleika til þess að aðlagast vinnumarkaði þessi strax. En það annað sem ég hef kynnst líka, að þegar ég hef komist út fyrir þann ramma og aðstofa fólk á öllum aldri frá 30 upp í 60 ára, að þá hefur það verið jafngefandi, það hefur jafn hæfileikaríkir einstaklingar og það fólk sem á jafn mikið erindi á vinnumarkað og það hefur jafn mikið vægi fyrir einhvern eins og þegar maður 18 ára. En auðvitað horfum maður kannski ekki út fyrir þann ramma ef maður búin að vera lengi í sama aldurshópi. Svo áttar maður sig á því þegar maður fyrir að vinna með einhverjum sem 57 ára og á heilan áratug eftir á vinnumarkaði, að það í fyrsta lagi getur viðkomandi haft bara mjög mikið fram að færa og það hefur jafn mikið vægi og mikilvægt hlutverk í lífi þess viðkomandi alveg sama á hvaða aldri hann er. Og það hefur líka sama vægi hvort það 25% starf eða 100. Það sem 25% fyrir einhvern sem hefur ekki verið á vinnumarkaði lengi og að glíma við vanda sama á 100% starf fyrir þig, þó að heiti 25%. Það hefur sama vægi, það hefur sömu félagslegu gildi. Vinnustaðurinn fullur að vinnufélögum og samtali sem í raun og veru glæðir líf þessa einstaklings, og það held ég að sé eitthvað sem ég hef lært sérstaklega, að það sko, þó að við vinnum mest með ungt fólk, þá skiptir ekki máli á hvað aldri fólki það hefur jafn mikið vægi að auka virkni sína, eignast góðan vinnustað, góða vinnufélaga, eða taka þátt í einhvers konar starfi, alveg sama á hvað aldri maður Og ég held einmitt að það sé eitt af því sem að hlutverkasetur og Geðhjálp hafa lagt svolítið áherslu á, að við erum auðvitað ekki bundin við, takk Kristinn, við erum auðvitað ekki bundin við neina aldurshópa hér eftir því sem ég kemst næst hafa allar dýri staði fólki opnar, bursti frá á hvað aldrei það Svo auðvitað gaman að segja frá því að önnur virkni hefur auðvitað jafn mikið vægi, það skapandi greinar, það tónlistarumhverfi, leiklistarumhverfi, myndlist og fjallgöngur, hreyfing, útivist og annað. Virk þáttaka í þessu getur auðvitað haft sömu áhrif og góðu vinnustaðir, þó að sé yfirleitt kannski ekki jafn stórt skref, vegna þess að ég kem svo sem aftur inn á það, en við byrjuðum að vinna svolítið meira með skapandi greinar niður á meðferðargeðdeild á Kleppi, og það var ótrúlega gaman að sjá hvað hæfileikarnir eru margir, en ungt fólk sem að glíma við eitthvað í lífinu, það hefur auðvitað ekki kannski eiginleikan akkurat þá til að sjá og nema alla þessa hæfileika sem að það hefur, af því það hefur sína glímu á þessum aldri, og það sérstaklega erfitt, það að detta út úr skólakerfi kannski, og þetta auðvitað mjög erfitt, og það hefur ekki endilega sýn á að það býr yfir alveg ótrúlega miklum tónlistarhæfileikum, leiklist eða myndlist eða eitthvað akkurat á þeim tíma. En ef að maður vísar því í veginn og hjálpar kannski að auka tækifæri að ungt fólk komist í þetta umhverfi, þá allt í einu fattar það hefur bara bullandi tónlistarhæfileika eða leiklist eða myndlist, og það getur auðvitað verið ákveðin vegvísir, og það þarf enginn að spyrja því að stærstu tónlistar og myndlistar og leiklistarverk í sögunni, það var ekkit öllum sem leið ógeðslega vel, sko. Það var ekki þannig og verður ekki þannig. Þetta fólk sem í alls konar glímu á sama tíma, og það að skapa eitthvað. Og við þurfum svolítið að næra þetta umhverfi og styðja og reyna og bara auka svolítið skilning á því að leyfa okkur að vera alls konar, og það bara í lagi, og frekar kannski svona að vinna með það heldur en að leggja einhvern dóm á það. Og ég held að sem betur fyrir að þá sé það svona aðeins að breytast.
En leið og við förum í þetta svona hlutverk að reyna að finna fólki fleiri tækifæri til að taka þátt í virkni, þá auðvitað maður kannski leið að segja að samfélagið sé ekki tilbúið eða opið fyrir því annað þess aftar. Hluta til held ég að það sé rétt. Vinnumarkaðurinn var miklu opnari fyrir því heldur en ég held þegar ég byrjaði svona að labba inn í fyrirtæki og kynna það sem ég var að gera. Og ég var ekkert að kynna fólk sem var, þú veist, bara sem sagt með eitthvað léttvægar geðraskanir að glíma við. Ég var að kynna við ungt fólk sem var að glíma við mjög þunga geðsjúkdóma, eins og geðklofa og þung geðraskenni, en það tóku mér allir opnum örmum leið og maður átti bara samtal við atvinnurekendur sem byggðu á því að glæða vinnustæðin og glæða líf viðkomandi með réttum hætti. Þá mætti ég alls staðar einhvern veginn opnum dyrum, sko. Og eftir COVID þá varð allt í einu bara áhugi á að eiga opið samtal geðheilbrigði á vinnustað. Allt í einu fattaði einhver að ég kann þetta ekkert. Hvernig á maður opið samtal geðheilbrigði? Hvernig get ég sagt við Kristin bara hvernig líður þér? Bara segðu mér það. Og svo kemur í ljósa í mannustjórnunarnámi þá var enginn búinn að kenna þér það. Þannig að hvernig átti að kunna það? Og ég átti samtal við á mannusteginum við nokkur hundruð manns sem voru þar einmitt þetta, og þá var fólk sammála það við höfum aldrei gert þetta og það hefur enginn kennt okkur þetta. En við þurfum auðvitað að laga okkur að einhverju breyttu samfélagi, og ég held að þetta sé eitt af því sem eru ótrúlega mikil verðmæti í. Það bara að geta normalisera samtal á kaffistofunni bara hvernig hefur það í dag, hvernig líður þér? Og ég get sagt bara, þú veist, mér líður ekkert sérstaklega vel í dag. Og það bara allt í lagi. Segja mér að hverju, og þá auðvitað virðingu og svona auðmýkt þarftu auðvitað að eiga þetta samtal og kunna eiga það, en það eitthvað sem við lærum. Og ég held að við getum lært rosalega mikið af þjóðum sem hafa verið Ástralir hafa náð ótrúlegum árangri í geðheilbrigðismálum, Hollendingar einnig, og Hollendingar Ástralir hafa lagt mikla áherslu á þetta samtal. Að það ókei að spyrja, ertu ókei? Og það oft nóg að byrja að eiga samtal til þess að viðkomandi opna sig gegn bara mikilli vanlíðan eða sjálfsvíshugsanir og þunglyndi og bara allur skalinn sem getur opnast bara á það að segja hvernig líður þér. Og ef það einlægni í því og auðmýkt, þá það oft nótis að við fyrir bara að tala það. Og vinnustæðurinn bara eins og heimili. Ég 5 daga í viku á vinnustæðunum mínum. Og ég á mikið af samtölum við þetta fólk, allir að segja manni hvað að gera í lífinu annað þess þar, og svo allt í hennu verður eftir COVID einhver löngun til að eiga nýtt og annað samtal, og þá allt í hennu bara, býtum við, ég ekkert að fara að segja það hvernig mér líður, ég kann það ekki, ég bara veit það ekki. En ég held að þetta sé að breytast. Og COVID ýtti bara fólki svolítið út fyrir þennan þægindaramma. Og það bara fór allt í hennu að koma og segja bara, ég vil ekki þessa vinnu lengur. Ég vil ekki þetta vinnuumhverfi, ég vil ekki þessa streitu og ég hættur. Og allt í hennu voru stóra þjóðir í heiminum með fólk sem bara á miðjum aldri sem gekk út á starfinu sínu, vegna þess að það fann bara að það var ekki búið að vera á góðum stað, eða líða vel og ekki ráða við það, sá allt í hennu gæðin í því að eyða meiri tíma með fjölskyldu eða vinum og annað meðan að COVID var. Sama gerist allt í hennu hér. Við vorum með 200-300 auglýst störf á Alfreð fyrir COVID á dag, voru rosalega mörg störf. Nú eru þau allt í hennu 1200. Og það vantar fullt af fólki í störf. Og hluti af því var að sumir fóru af vinnumarkaði í COVID og kom ekki tilbaka. Og það einhver ástæða fyrir. Það þýðir ekkert að sitja með krosslaðar hendur og segja, af hverju kemur þetta fólk ekki og sækir vinnu á mér.
það ekki að leysa neitt og það ekki svar við því sem við þurfum að gera. Við þurfum auðvitað að eiga samtal, virðingarvert samtal við þetta fólk, hvernig getum við mattsa þannig að báðir aðilarnir sé, þannig að þú hefur viðkomandi áhuga að koma aftur á vinnumarkaðinn. Og ég held einmitt að núna auðvitað mikil synd að það bara mikil ólga á vinnumarkaði og það ekki mikið auðmýkt og virðingu í neinu samtali og forystumenn atvinnulífsins svona auðvitað það liggur við að það sé búið til svona óttablandin virðing í hverja einustu fyrirsögn fyrir vinnustöðum og atvinnulífinu akkurat núna og það auðvitað mjög vont en vonandi komast við yfir það bara mjög fljótlega og getum fara að snúa okkur að því sem svona meira virði að skapa einhver störf og grundvöll fyrir með þessu að við getum bara átt þetta samtal áfram. Ég hef átt samtöl í samtökum atvinnulífsins og fleiri með verkefni sem að lúta einmitt að því að skapa tækifæri fyrir fólk og það er allir til í það. Og það svona vonandi verður þetta ástand sem núna bara tímabundið og við getum svona ítt okkur í aðrar áttir sem að opna frekar þessa leið. Annað sem að mér langar svolítið að koma inn á að leið og við erum komin með vinnumarkað sem opinn fyrir þessu samtali þá finnst mér að við eigum svolítið að stökkva á það og við erum með ótrúlega tækifæri núna til þess einmitt að taka þetta samtala aðeins lengra og í raun og veru bara normalisera aðeins það að við getum fengið að vera öðruvísi í vinnunni suma daga versus aðra og svona geta bara sagt við vinnufélagann að manni líður svona á hinsinn og maður getur sagt ég með kvíða og það bara allt í lagi það má alveg vera með kvíða og maður bara svona hinsinn og ég held að ef maður kemur fram að í þessu samtala svona auðmýkt og virðingu þá held ég að manni sé allir vegi færir vegna þess að við erum ju öll að glíma við alls konar og það svona kenndi mér svolítið að ég hef í svona starfi mínu svona á Landspítalanum hef ég haft alveg ótrúlega mikla ánægju af því að kynnast fólki sem bara alls konar. Ég hef haft svo mikla ánægju að kynnast starfsfólki og öllu sem að tengist þessu sem einhvern veginn allur skallinn. Og þetta eins og að vera í leikhúsi. Og ég hef unnið þetta fullt með leikhúsum þess að þú þarft ekkert að halda neina fræðslu geðsjúkdóma í leikhúsi. Það einhvern veginn bara, það einhvern veginn allir vita það bara og þetta svona náttúrulegt samtal, má segja. Og ef þú hefur ekki átt það, þá hefur þú leikið það. Eða eitthvað svo, þú veist, í þá átt og ég fann að ég laðaðist svolítið svona að þessu umhverfi. Bara vegna þess að það var svona skilningsríkt og það var svona fyrir og það voru frábæri vinnustæði fyrir fólk sem að ég tengdi inn á leikhúsinu og ennþá það í dag. Og skólaumhverfi og svona ýmislegt sem að ég fann að ég fór alltaf aftur og aftur og þá var einhver ástæða fyrir því og það skiptir þetta máli bara, þú veist, og maður getur alveg sagt sér ef að viðmóti með þessum hætti þá þetta líklega góður staður til þess að vinna á. Og fyrsta starfi sem að ég kom að í gegnum þetta verkefni með Landspítalanum mitt ár 2013 var hjá Samskip og ég ennþá að fara í Samskip. Og ég ennþá að fara í Borgarleikhúsið og Þjóðleikhúsið og Tjarnarbíó og svona Háskóla Íslands og Háskóla, þú veist, þetta þetta bara svolítið dæmi starfsumhverfi sem að mínu viti aðlaðandi. Og ég held að svona, ef við myndum setja markið raunverulega hátt, þá gætum við skapa miklu fleiri störf og miklu fleiri hlutastörf á vinnumarkaði heldur en að vera að gera núna. Það er engin menning fyrir hlutastörfum á Íslandi. Og við erum þetta lítil og hún hefur bara einfaldlega einhvern veginn ekki verið
og fyrirtæki hafa verið feimin við að ráða 2 manneskjur í 2050 heldur en 1 í 100. Stundum ég skil alveg sumst ef þú þarft að kaupa 2 búninga og hitt og þetta og eitthvað svona, þá kannski kostar það meiri pening, en ég held að kosta ekki það mikinn pening að það er eitthvað sérstaklega að stoppa mann. En það getur sko verið í höndum í raun og veru kannski stjórnvald og annar að hvetja fyrirtæki til þess að byrja bara að vera með opin augu fyrir hlutastörfum og reyna að ýta okkur kannski frá svona, 2-3 ekkert sérstaklega heilbrigt og svona vænt starfsumhverfi að vinna 12 tíma á dag og hvað þetta heitir allt og vonandi breytist það pínulítið því að það er ekkert endilega mjög mannvænt og fjölskylduvænt og annað að vinna marga daga á vöktum og vera svo í fríi sem að fer helmingurinn af fríinu að núlla sig út eftir vaktirnar. Þannig að þetta er auðvitað svona, og hlutastarfa menning er eitthvað sem að væri held ég bara myndi bæta íslenska vinnumarkað og auka tækifæri fyrir fólk sem að hefur ekki eða bara fólk sem hefur bara mismikla starfsgetu þarf auðvitað mismikil starfshlutfall og þá auðvitað því fleiri tækifæri sem að þau fá því meiri líkur að þau komist í gott starf. Og ég er svolítið gaman að segja frá því að ég aðstoðaði unga konu á Landspítalanum í 5 störf eða hvort það voru 6, annarkvort 5 eða 6. Og svo settist ég niður eftir 5. starfið og fór að hugsa svona hvað er sem að passa henni og hvort þetta ég ætti bara svona að halda endalaust áfram og hvort það væri ekki eitthvað þarna sem að ég hef mögulega geta gert betur og auðvitað var það svoleiðis að ég svona hefði auðvitað mátt bara hægja aðeins á þessu og vanda leitina með henni heldur en svo þegar 7. koma þá var samt sem áður stígandi í þessum 5 störfum og við höfum ju öll sem ungt fólk einhvern tímann ekkert endilega verið á sama vinnustað. Foreldrar mínir eru á sama vinnustað í 40 ár en það er bara önnur generasjón núna á vinnumarkaði. Hún er ekkert að fara að vera á sama vinnustað til í 40 ár. Og þetta var svona bara vegvísir að því að hún fann sína fjöl enn betur og hvað hún vildi ekki og hvað hún vildi og þó að vissulega hefði ég mátt kannski gera betur í fyrstu 2 skiptin þá var þetta enga síður ákveðin skóli fyrir hana að átta sig á hvað hún gat og hvað hún gat ekki og þetta eru 7, 8, 9 ár síðan. Svo allt í hennu kemur sem sagt COVID og þá allt í hennu er þetta bara hlutverk sem að fólk er að heyra í hverju einustu viku. Að það er einhver sem að bara, nei þetta hentar mér ekki, ég ætla að fara þangað. En þetta hentar mér ekki heldur, ég ætla bara að vera hvað kallar maður þetta? Þú ert bara svona frílans og taka verkefni á milli og giggari og núna viltu bara gigga og það er bara allt í lagi. Það er bara frábært. Ef ég var að reka fyrirtæki og mér vantaði einhvern bókhaldsverkefni tímabundi eða einhvers konar þá er þetta gott að geta hringt í giggar og hann kemur bara inn og svo segir bless og það passa kannski viðkomandi. Og eigur en þá kannski tækifæri einmitt fyrir fólk sem hefur kannski ekki verið bara á vinnumarkaði alveg sleitulaust og þá kemur allt í einu þarna bara ný kynslóð og nú allt í einu þegar ég horfi tilbaka þá þessi mín kona þarna er þetta bara giggari og vildi bara gigga 5 sinnum í mismunandi störfum og það var enginn að spyrja þess í dag. En ég settist alveg niður og fór í miklar pælingar hvort þetta væri ekki rangt að mér að hafa farið með hana svona 5 staðir þarna. Nú er vinnumarkaðurinn bara breyttur. Og sannarlega af henni góða. Ég finn alveg að þessi ósku að þetta samtal geti hafist að auðmýkt og virðingu það er svolítið að vera norm sem að var ekki. Og það er eitthvað sem manni þykir auðvitað sérstaklega vænt þegar maður er að vinna í þessu að ég er auðvitað ofta að kynnast ungu fólki sem að auðvitað fekk ekki
þau tækifæri og fær ekki þau tækifæri sem að ég fékk að ganga til leiks í skóla eða íþróttir eða annað starf án þess að einhver hafi verið að toga það tilbaka, hvort sem var uppvöxtur eða andlegir eða líkamlegir erfiðleikar og annað, þá eru þetta pínulítið búið að taka æskuna frá þér og tækifærin sem að fylgja því. Og ég fann snemma að það var svona bara, mér fannst einhvern veginn eins og það var í lágmarkskurteis að maður myndi ganga til leiks með smá auðmýkt og virðingu og að reyna að skapa þessu fólki tækifæri var þetta svolítið svona bara keppikefli þess að þau höfðu kannski ekkert fengið sama skammta af þeim og margir aðrir og það er eitthvað sem svona, mér fannst mjög mikilvægt að taka með mér í þetta samtal og að samaskapi þá svona ýtti það mér í að setja markið svolítið hátt, að láta sig ekki bara, sætta sig ekki bara við eitthvað, heldur reyna að kynnast fólkinu frekar með samtölum og svona og vita hvort að það sé ekki tilbúið að sækja bara svolítið hátt. Þannig að þegar maður er á þeim stað að maður hefur verið fjarverandi á vinnumarkaði, fjarverandi úr námi, fjarverandi í raun og veru frá sjálfstrausti og háu sjálfsmati, að þá þetta rosalega gott að fara bara í það þægindarými sem að maður kann. Og ég vann á Pizza 67 þegar ég var 15 ára og ég vann í Hagkaup á Lagarnum þegar ég var 16 ára, að þá undantekningarlítið þá byrjar oft fólki sem ég er aðstoða, það segir mér frá Lagarnum í Hagkaup. Og það segir mér frá Dominos Pizza, fullri virðingu fyrir þeim störfum, þá það bara þetta var þekkingar og þægindarýmið þeirra. Og þau leituðu strax í það, en þegar maður hóf samtalið að við ættum kannski bara að halda áfram og skoða eitthvað annað, þau höfðu hæfileika annars staðar líka, þá allir til í það. En það hefstu þetta bara með samtali. Það ekki að fara að koma fyrrabragði frá neinum sem að glíma við svona bara, þú veist, nú þegar nógu mikið, hvort sem það heiti kvíði, þunglyndi eða aðra geðraskanir, það ekkert endilega að fara að koma fyrrabragði, maður þarf þetta bara að eiga þetta samtal. Það það sem gerist á vinnustafnum líka þegar maður spyr hvernig líður hvernig hefur það eitthvað sem við getum og þá allt í henni kemur í ljós að viðkomandi hefur langað til að segja þér eitthvað í mjög lengi en hefur bara einfaldlega ekki haft burði til þess og mér finnst tilökkun, mér finnst þetta frá talið þessi vandi sem að samningar, svona kjarasamningar og annað að glíma við núna þá held ég að sé tilökkun að horfa á framtíða vinnumarkaðana því að hann á eftir að vera bara upplýstari og betri. Og ég allavega einn af þeim sem að hlakka bara til að einmitt að eiga þessi samtöl við yfirmenn og atvinnurekendur. Kynslóðin sem giggara kynslóðin sem að koma núna og opin fyrir þessu öllu, ég held að hún veri líka miklu opnari fyrir þessu samtali. Og svona ég held að þú labbir ekkert í Háskóla Íslands í dag og talir við einhvern þunglynd og kvíða og viðkomandi hefur aldrei heyrt það. Það held ég ekki. Það allavega að minnst opnara samtal heldur en kannski á vinnustað sem hefur það sem fólk hefur aðra reynslu og kannski eldra. Og ég fann það svona ég forvitnaðist hjá ungum tónlistarmönnum að eldri tónlistamenn hafa svolítið að tala það að þú veist, það var engin vegvísir fyrir þá og lítil fræðsla og annað það svolítið. En allt öðruvísi í dag hjá ungum tónlistarmennum. Þau eru svona meira opin fyrir að bara ræða þessa hluti. Og vonandi bara verður svona framtíða vinnustæðurinn bara kannski svolítið svona blanda af þessu. Kristín, þú hafðir hugmynd að við komum nokkuð saman og stofnum svona pop-up vinnustað og statilega samtal sem hét Hugvöllur þegar COVID kom upp og við héldum að þarna kæmi fólk bara sem misti starfið sitt, misti fleiri þúsund manns starf á þessu tímamóti og okkur langaði að laða svolítið fólki sem misti störfin til að sækja sér tækifæri og annað þess að en það kom ekki.
nema í mjög litlu mæli. En þeir sem komu fengu tækifæri en þetta breyttist kannski meiri svona pop-up vinnustað og bara fólk kom að vinna og var með samtal og kynntist og þetta var svona lifandi staður þannig. En öfugt við það sem ég var svo grænn að ég hélt að fólk kæmi þess að það var búið að missa vinnuna og fólk myndi bara labba inn á götuna og segja, heyrðu, ég misti vinnuna eitthvað svona, en það er ekki þannig. Þetta er svo, vinnamanns er bara svo mikilvæg að ef þú missir hana, þá mistur þú sjálfstraustið á sama degi. Þú þurftir ekki viku, 2 eða 3 eða 4, það bara fór á sama degi og svo allt í einu fengum við bara símtöl og sagði, ég er búin að keyra fram hjá nokkur sinnum. En ég hef bara ekki þorað að koma inn. Og þá allt í einu bara, voðalega get ég verið vitlaus. Ég held bara, það sýnir bara vinnustaður og vinnamanns hversu mikilvæg hún er. Og alltaf fólk sem er ekki á vinnumarkaði og af einhverju ástæðu sem að við þekkjum ekki, það langar að nákvæmlega að vera þarna og því líður akkurat svona. Og ég held að því betur sem að maður svona ber virðingu fyrir því og skilur það, því lengri eigum við eftir að ná með þetta. Að þarna töluðum við fullt af fólki og það voru allir sem komu að þessu, við vorum 10 manns í stjórn, þau fengu svona símtöl. Já, ég er búin að keyra nokkuð svona framhjá, en ég bara treysti mér ekki til að koma inn. Og það er bara svona stórt skref, ef þú er búin að missa vinnuna, að fara inn á einhvern public stað og segja frá því. Samt er það bara, það er nánast allir sem einhvern tímann á lífsleiðinni er í þessum sporum. En þau eru bara þetta erfið og ég held að við ættum bara svona, hlutverkasetur er búið að gera þetta í mörg ár, geðhjálp, það hefur verið gaman að fylgjast með því að það hefur vaxið, stuðningur, almenni stuðningur við þetta, niður á Landspítala, velferðarsvið Reykjavíkur, virk, heilsugæsla og svo framvegis, og atvinnulífið almennt. Þannig að þetta er svona meðbyrinn er svolítið með okkur núna. Mér langar svolítið að bæta ég við að þegar ég kynntist þessu fólki sem að bjó til EPS hugmyndafræðina, að þá kynntist ég ekkert bara svona 2 geðlæknum á 70-aldri sem að bjuggu til einhverja hugmyndafræði. Það var mikill innblástur að kynnast fólki sem að hafði í 35 ár barist fyrir því að auka tækifæri fólks með geðraskanir á vinnumarkaði og öðlast virðingu fyrir því sem að er að gera á sama tíma. Og ég held að ef ég hef ekki hitt þetta fólk og búið við það lán að vinna með þeim svona on-off í 10 ár, þá væri ég örugglega ekki ennþá í þessu sem ég er að gera. Það var ótrúlega mikill innblástur og svona hjálpaði mann að setja markið hátt að vinna í kringum fólk sem breyti sögunni. Það er ekkert bara að mæti í vinnuna. Það er að mæti í svona það. Og ég hef alltaf sagt að ég er ekki að mæti í vinnuna á morgnana, af því ég hef ástríðu fyrir því sem ég er að gera og ég held að ef maður hefur ástríðu þá er maður ekki að fara í vinnuna. Þá er maður bara að fara að gera eitthvað sem maður hefur ástríðu fyrir og maður lítur ekkert á það sem einhverja stimpiklukku eða vinnu, ekki, eða þú veist þannig, og það er ótrúlega gæði að hafa þetta. Og þetta góða fólk svolítið kendi mér það einmitt að það var fyrir 30 árum að berjast í landi sem að helmingurinn hafði bara vildi helst setja fólk með geðraskanir í fangelsi og þaðan að verra vegna þess að það var engin skilningur eða virðing fyrir en það er komið á þennan stað í dag. Það er eitthvað svona sem að mér finnst bara var mjög auðvelt að fylgja og halda áfram að vinna. Þannig að mér finnst svona ef ég leyfi nú aðeins kannski að koma með einhverjar spurningar og annað því ég er búin að tala stanslaust í 40 mínútur þannig ég vona ég sé ekki alveg að gera út af við ykkur þá er einmitt þetta eina ástæðan fyrir því að við eigum að setja markið hátt. Það eru góðir hlutir að gerast og ég held að við ættum bara einmitt að hafa það svolítið svona leiðarljós að við getum náð enn lengra
og skapa bara virðingarverðan og góðan vinnustað og vinnumarkað, sko. Já, ég má taka fá eina spurningu þá. Svona frá sjónarhóli atvinnurekandans eða stjórnandans eða forstjórans eða forstöðumannsins. Hvað hver þín reynsla? Hvað gerir þetta fyrir vinnustaðinn að taka svona einstakling? Fyrst og fremst þá býrðu til svona fjölbreytileika á vinnustað og auðvitað ég myndi sem stjórnandi ekki vilja eiga eða stýra vinnustað sem ekki hefur fjölbreytt mannlíf og mannlífsflóru. Ég myndi ekki vilja það. Það það sem þetta eykur, tvímælalaust, þetta eykur auðvitað bara fjölbreytileika og menningarlegra samtal að við séum svona á hinsegin og vonandi kveikir það líka áhuga hjá fólki að vita bara af hverju. Númer 1 myndi ég svona segja það. Og það fyrst og fremst það sem að mér finnst skipta máli og að gefa fólki bara tækifæri á byggðu á þeirra hæfileikum en ekki þeirra veikleikum eða takmörkunum. Og forðast allt samtal eitthvað sem heitir bara sem að við notum fyrir yfir bláa ruslatunnur og samfélagslega ábyrgð. Þetta hefur ekkert að gera, við erum bara með ábyrgt fyrirtæki og við erum að taka þátt í samfélagi og við þurfum ekkert að hengja okkur einhverju orðu fyrir það. Skilur, það einhver menning sem þú vilt innleiða á vinnustæðin án þess að þú setja að hengja það á eitthvað slókan út í bæ, skilur. Með fullri virðingu fyrir því, þá finnst mér þetta tvennt ekki endilega að fara í sama samtali, sko. Þannig að þú eykur fjölbreytileikann, þú væntanlega eykur umburðarlyndi líka og þú minnkar kannski fordóma. Já, ekki síður. Geðröskunum eða... Já, og þunglynd og kvíði algengustu sjúkdómar í heimi. Ef þú rekur 100 manna vinnustað, þá eru 30-40 manns að glíma við það. Og ég held þú hljótir að hafa þann metnað sem stjórnandi að vilja geta átt samtal við þau það. Og það sannarlega eykur líkurnar á að það veri gott. Og bara svona stuðningur í því. Frekar en að þú reynir eiga eitthvað samtal sem þú getur síðan ekki haldið áfram með. Það kannski bara svipað á mig hrós. Það oft betur sleppt heldur en að leggja af stað ef þú getur ekki hrósað. Þetta bara svipað á mig það. Man kan nefna líka en við maður segja. Já. Á flestum vinnustöðum þá það þannig að það allavega fólk að vinna þar fyrir. Já. Og þú fór einstakling með einhverjar tilteknar eigendur inn og þú ert að leita hvernig fellur hann að samfélaginu sem þú ert að vinna með. Það snýst ekki endilega að við erum alltaf að glíma við einhvers konar áskoranir í lífinu. Það getur verið sykursýki eða whatever, sko. Já. Það snýst að kannski að grípa alla ef þeir eru erfitt, hvers eðlis og sem erfiðleikarnir eru. Þannig að þetta aftur að okkar, við erum bara samfélag með mismunandi eigendur og saman erum við bara miklu sterkari. Já, og í báðar áttir. Það því betur sem að vinnustaðurinn undir þetta búinn, því minna eitthvað samtal þetta, eins og þetta fellur bara saman. Viðkomandi fellur að einhverju jákvæðri, góðri menningu sem þegar til staðar. Þannig að þú þarft ekki að hlaupa til og halda 10 fundi og fyrirlestra út af einhverju, þetta bara fellur saman. Af því þessi góða menning kannski fyrir. Það ekki til svona Napóleon sem þarf Nei. Já. Takk fyrir þetta. Ég svona veltaði fyrir mér að því að núna erum við með ólíka vinnustæði, þeir eru eins ólíkir og þeir eru margir og svona mismunandi stakk búnir til að svona takast á við fjölbreytileika og það einhver hræðsla eða eitthvað svona þekkingarleysi sem oft stoppar fólk. Hver eru svona fyrstu skrefin fyrir vinnustæði til að taka ef að þau vilja einmitt bæta í mannflóruna og auka við fjölbreyttina á vinnustæðnum? Ég myndi halda svona, fyrirlestra kannski og bara svona kynning eins og ég hef
farið í fjölmörg fyrirtæki og haldið bara svona aðeins samtal bara opið geðheilbrigði og hvernig hefjum við þetta samtal og hvernig tökum við á móti og svo framvegis. Ég veist að það væri gott að byrja að eiga þetta samtal en sko umfram allt að reyna bara skapa þessa menningu á vinnustaðnum, þess að annars getur held ég ekki tekið á móti hinn eins og við vorum að tala hérna. Að þá vinnustaðurinn bara svona, þá smá svona diversity á vinnustaðnum nú þegar. En ef út með einsleitan vinnustað, auðvitað verða til einsliti vinnustaðir, það auðvitað bara ákveðin tegund af störfum sem og svona, þú veist, og iðnaður og annað þess að sem auðvitað og hefur svona sagan sýnt sig að frekar einsleitur og það gott að reyna að brjóta það upp. Af því það oft vantar þetta samtal á þessa vinnustaði. Og þá þarftu kannski bara að stinga á eitthvað til þess að byrja þetta samtal. Áður en nú kannski tekur þátt í einhverju svona. Annars gengur viðkomandi inn í umhverfi og menningu sem kannski ekki hliðhóll og hefur ekki bara þennan skilning sem þarf oft til að þetta gangi vel. Og mér finnst ágætt að eins og Háskóli Íslands hefur bara, ég held ég að farið þangað með 5 eða 6 manns á 7 eða 8 árum. Og það var einhvern veginn allt starfsfólkið í raun og veru það sem að ég var að koma, það bara hafði mikinn áhuga og hafði bara áhuga að geta átt þetta samtal, gefa fólki tækifæri og þetta var svona einhvern veginn menning sem var bara, þetta flæddi bara. Svo hef ég farið í verktakafyrirtæki í Hafnarfirði sem hafði mikinn áhuga að taka þátt en þessi menning var ekki. Þetta var svona kallagur business og þarna voru bara svona strákar og kallmenn og samtali á kaffistofunni var fótbolti og fótbolti og fótbolti og það var einhvern veginn ekkert annað á kaffistofunni en stjórnendur sögðu, þú veist, við höfum mikinn áhuga að láta þetta ganga upp. Við höfum engan áhuga að hann komi hérna inn nema að þetta sé að fara að ganga vel. Og þetta var til þess að við fórum 2-3 frá spítalanum, 2 sinnum með fræðsluerindi þangað og þeir hringdu 100 sinnum í mig. Og fólkið þarna hélt að ég væri byrjaður að vinna þarna. En strákurinn ennþá þarna. 5 árum seinna og hann ekki einu sinni lengur á örorku. Hann í fullri vinnu, safnar sér fyrir íbúð og hann bara, sko, hann var kallaður þá með meðferðar í systant geðklofa. Ég skildi ekki einu sinni þá hvað það var. Ég veit það núna. En mér fannst það bara ekki skipta máli þá. Mér langaði bara að láta það ganga upp. Hann bara, þú veist, hann á allt annað líf í dag, þessi strákur, heldur en hann átti. Og það vinnustæðurinn á bara skuldlaust, sko, bara Rósin Hapagæti, þau voru stórkostleg, þau gáfust aldrei upp. Þau hringdu og spurðu endalaust. Og það sýndi bara, þeim fannst þetta ekkert eitthvað svona bara verkefni sem þau vildu bara gera þetta vel. Og framkvæmdastjórinn segir svona að það var svona bara algjör umsnúningur á menningu á vinnustaðnum. Sumt bara sem var í boði áður, var ekkert lengur í boði. Þú bara talar virðingu við fólki sem þú að vinna með, punktur. Annað ekki í boði. Og það þetta bara dásamlegt að sjá það gerast. Og þáttakan í þessu verkefni þetta var til þess að þetta gerðist þannig. Starfsmannavelta meira sér að minnkaði hjá þeim. Þannig að, þú veist, þetta svona kannski dæmi það, en ég get líka, ef ég fer allan bæ og tala fyrirtæki þar sem að gengur vel og hefur gengið alveg ofboðslega vel, það allstaðar einhver gullmóli á vinnustaðnum sem að tók þetta svona pínlítið að sér. Og bara svona studdi viðkomandi og átti svolítið þátt í að þetta gekk upp, sko. Það er eiginlega engin undantekning á því. Og já, alveg sama hvar það er. Þannig að hrós til atvinnurekenda enn og aftur, sko, með það. Þannig að fleiri spurningar? Já. Bara aftur ég. Ég svona veltaði fyrir mér að því að nú hefur svolítið verið í umræðunni að eftir því sem að við
tölum meira svona geðsjúkdóma og alls konar svona atvinnutengda sjúkdóma eða eiginlega bara svona lífstílstengda sjúkdóma Já. að þá einhvern veginn virðist að leiða af sér fleiri sem eru haldin þessum sjúkdómum. Hvað hefur þú þetta að segja? Hefur ekki, Já, þetta er stór spurning. Já, hún er rosa stór og ég hugsa að þeir svona fólki sem að starfa kannski meira inn á þessu svona eins og hjá Virk og annað hefur kannski betri sýn inn á þetta heldur en ég en auðvitað er ákveðið svona sem að við förum mikið að tala og þá dettur þá á vagninn að þú veist einhver tengi sig við það og það verður svona tísku orða og því miður er það þannig vegna þess að það er svona auðvitað miður fyrir þá sem raunverulega er að díla við en ég auðvitað í svona því umhverfi sem ég er í þú veist er miklu svona lífstílstengdum sjúkdómum og annað eitthvað sem að fellur auðvitað kannski frekar til hjá heilsugæslu og Virk og annað þess að heldur en í því umhverfi sem að ég er í en ég held að við þurfum alltaf að díla við þetta á einhverjum tíma og ég held að svona þessi fjölmenningar vinnustaður í samtali og orðræðu og annað og svona bara auðmýkt og virðing fyrir að við getum verið alls staðar, hún auðvitað bara hjálpa til, alveg sama hvað það er. Og þá átti ekkert eftir að segja, já, heyrðu, hann er svona, eða hún er svona hinsegin og það sé eitthvað öðruvísi viðbrögð. Það er bara svona almennur skilningur, alveg sama hvað það er. Og auðvitað er þetta nýtt. Kulnun var ekkert til og við erum byrjuð að greina alls konar hluti sem að voru ekki til áður og við þurfum það þarf auðvitað að skapast ákveðin svona kúltúr þekking og áður en að það verður akseptera kannski af öllum og ég held við þau verður kannski bara að leyfa okkur að fara þangað að ég þekkja ein raun fólk sem að þú veist raunverulega gekk á vegg og það er ekkert að leika það. Það er mjög alvarlegt sko. Og getur verið það og það þó einhver annar gekk sko á minni vegg, það breytir engu. Við þurfum auðvitað bara þú veist að öðlast einhverja virðingu fyrir því. Og ég held að tíminu þetta mun aðeins svona hjálpa okkur við það held ég. Ég hugsa það. Ef ég hef svarað spurningunni svona eitthvað, já. Sko, mér finnst þú hafa teiknað þetta svolítið vel upp fyrir manni ef maður hefði áhuga á þessu. Það væri fyrsta skrefið bara að heyra í þér og fá kynningu inn á vinnustæðin og svolítið svona undirbúa jarðveginn, sjá hvort að er það ekki. Jú, það er mjög góð. Finnur það ekki fljótlega hvort að það er svona stemming fyrir? Jú, maður gerir það alveg. Og það er ekkert maður hefur alveg gengið út af vinnustöðum og sagt bara takk fyrir mig. Já. Við hittumst seinna. Það er ekkert óeðlilegt við það. Það eru þetta fordómar í samfélaginu. Það eru fordómar fyrir geðsjúkdómum á Landspítalanum hjá heilsugæslu og þeir eru í nær umhverfinu og akkur skyldu þeir ekki vera á vinnustaðinu líka. Já. Þetta er eitthvað sem með fræðslu og samtali og annað sem við getum þetta bara brotið niður og þennan sama vinnustað heimsækir maður kannski 2 árum seinna og þá er allt galopið fyrir þessu. Já. Hvað hvar er flöskuhálsinn í þessu? Hvað eru margir sem að þú heldur að til dæmis á þínum snærum sem að þú vildir gjarnan koma í einhvers konar? Já, flöskuhálsinn er náttúrulega bara ef við værum að setja sömu fjárhæðir í þetta eins og Ástralíur og Hollendingar og fleiri og þá þetta væri við, þú veist, ég er bara eyríki á Landspítalanum. Ég er núna áramótin í fyrsta skipti að fá eiginlega stuðning í formi annars starfsmanns í 9 ár. Og Norðmenn NAF sem er norska atvinnu- og velferðarráðuneytið réði 100 atvinnuráðgjafa eftir COVID. Bara eftir COVID. Þeir voru með 100 og eitthvað fyrir. Og það samsvarar því, Norðmenn er ekki 30 milljónir, sko. Þeir eru 7-8, ég maður ekki. Það samsvarar því eins og ég væri bara, þú veist, myndi bara hitta 10 manns á hverju morgni sem var að gera saman og ég á spítala bara. Það eru fleiri 100 manns
í þjónustu geðsviðs Landspítalans 18-30 ára, fleiri hundruð sem að tengjast öllu þessu starfi. Já. Það er enginn að segja mér að helmingurinn og rúmlega það ekki bara vill vinna, hefur bara alla burði til þess og mikinn áhuga á getu. Já. Þannig að þráir það jafnvel og bara það er það sem að keyrir mann svolítið auðvitað áfram og vonandi fáum við bara meira fjármagn en Vinnumálastofnun að byrja að innleiða þessu hugmyndafræði og vinna eftir henni og það er mjög jákvætt skref og það er að koma fjármagn frá vinnu og félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu í það og góður hlutir gerast hægt þannig að þetta er vonandi á réttri leið. Já, þannig það þurfti líka svona fleiri eins og þig, í raun og veru sambærilega aðeins eins og nefndir áðan, við þurfti kannski að vera 10. Já, og já, velferðarsvið Reykjavíkur með 2, þeim til hróss og að gerast hægt, en þetta að gerast. Já. Og vonandi verður bara 10 ár hérðan í frá, bara þá verðum við á allt öðrum stað. Og við erum á allt öðrum stað í dag þar sem við vorum fyrir 10 árum. Þá var ég líka bara, en þá var ég alveg einn, þá var ég bara alveg. Virk með fullt af fólki sem að styðja fólk úr endurhæfingu á vinnumarkaði. Já. Og auðvitað Vinnumálastofnun líka. Ég vil spyrja, segir svo sem er vinnustad sem langar að taka þátt í þessu. Ég að velta fyrir mig það getur verið góðu vilji á stjórnendum, yfirstjórnendum eða sett, já, frá stöðmönnum eða framkvæmdastjórum eða slíkum. Hvernig myndir þú leggja til að maður undirbúi til dæmis verkstjóri eða hópstjóri eða lykilstarfsmenn undir svona vinnu? Er ástæða til að gera það eða? Já, það fer auðvitað eftir svona hvernig þú lest í viðkomandi auðvitað stjórnanda og vinnu aðstæður en já, ég held að sé alltaf gott að vera bara með fræðslu og undirbúning og aðeins að segja fólki bara geðsjúkdómar og geðraskanir eru svona og geta verið allavega. Og næsta spurning þá, til einhvers konar fyrirlestur kynning af því að ég með stjórnendur sem að tala ólíkt til dæmis tungumál? Já, já. Er hægt að vera með svona kynningu á íslensku eða ensku eða? Já, ég nokkuð viss að þetta til eins og hjá Virk og fleiri stöðum. Ég þekki ekki nógu vel, ég nokkuð viss það. En ég hef svona bara, þú veist, út af fjármagn og annað, þá hef ég svo svona bara verið einn að skottast í kringu vinnustæði en vonandi þetta að breytast núna niður á spítala og við séum að vera fleiri. Það er draumurinn. Frábært að heyra, er þetta ekki bara frábær loka orð? Við erum að renna út á tíma, eitthvað sem þú vilt svona bæta við í restina? Já, bara takk hérlega fyrir að koma og spyrja og vera þáttakendur í þessu samtali. Það var bara reglulega gaman að vera hérna og vonandi hefur einhver notið góðs að þessu líka bara heima og eftir að gera það. Bara takk fyrir mig. Ekki spurning, takk hérlega fyrir og vel gert að tala svona blaðalaust og glærulaust í heilan klukkutíma. Takk fyrir kærlega. Já, takk sem leiðis. Og gangið vel.